Góðan og blessaðan daginn á þessum fallega degi. Við erum hér saman komin til þess að fjalla framtíðina í rauninni og það er gaman að sjá hvað eru margir mættir á þessu COVID undanhaldstímum sem betur fer sést til lands. Það verða mörg erindi hér í dag, fróðleg, og öll brennum við fyrir því sama að búa til mannvæna og fallega borg sem að dansa í takt við lífríkið. Og það ætlum við að fjalla hér í dag, það er réttlát og umhverfisvæn uppbygging. Og fyrstur hér til þess að stíga í pontu er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson og erindi hans ber yfirskriftina Grænt húsnæði framtíðarinnar, hagkvæmt húsnæði, grænt íbúðarhúsnæði og ég ætla að bæta við mannvænt. Gjörðu svo vel, Dagur. Komið sæl og takk fyrir Líf. Það er mjög spennandi að vera með ykkur hérna í dag til þess að fara yfir verkefni, bæði þau sem hafa verið í gangi, hvernig þau ganga. Þá er ég að tala hagkvæmt húsnæði. Síðan erum við að hleypa af stokkunum nýju verkefni þar sem við erum að kalla eftir hugmyndum og uppbyggingu á grænum þróunarlóðum alla borg. Hugsunin þar er að fá fram nýjar lausnir og græna byggð og gefa þannig dæmi hvernig hægt að byggja til framtíðar. En síðast en ekki síst erum við að tilkynnum niðurstöðu úr alþjóðlegri samkeppni. Þetta verður það sem ég fer yfir, hagkvæma húsnæðið, af hverju við erum að hugsa grænt þegar við erum núna að benda á nýja þróunarreiti, alþjóðlegu samkeppnina og gefa aðeins innsýn í það hvað við erum að gera á nýjum uppbyggingarsvæðum. En byrjum á hagkvæma húsnæðinu. Þetta var leiðangur sem við fórum í fyrir nokkrum misserum síðan, þar sem borgin kallaði í upphafi eftir hugmyndum, mjög opnum hugmyndum hvernig verður hægt að byggja hagkvæmar með áherslu á ungt fólk og fyrstu kaupendur. Við kölluðum ekki bara eftir lausnum, heldur lögðum fram lóðir, staðsetningar víða, gáfum einkunnir eftir því hversu góðar hugmyndirnar voru og hversu líklega til að ná þessum markmiðum og völdum nýju aðila til samstarfs. Öllu heldur þeir röðuðust í röð eftir gæðum innsendra hugmynda og gátu valið sér svæði til að þróa með okkur. Og sum þessara verkefni sem verða kynnt hérna sérstaklega í dag eru beinlínis á fleygiferð og flutt inn eins og upp í Gufunesi þar sem þorpið er að byggja og Hoffell er að fara af stað þar á næstu lóð. Fá meira að heyra af þessum verkefnum á eftir. Cetrus og Modulus eru að þróa lóðir í Bryggjukverfinu við hliðin á lóðum sem eru núna í örri uppbygging og vegum Bjargs og Búseta. En í Skerjafirði er nýbúið að samþykkja skipulag. Við erum að fara að gera þær lóðir byggingarhæfar og þar er hópur sem heitir HOS sem er að fara af stað. Á Sjómannaskólareit erum við nýlega búin að útluta lóð til Vaxtarhúsa sem er að fara að byggja 60 íbúðir þar. Í Úlfarsárdal er Urðarsel að fara af stað með uppbyggingu á sínu svæði og ég er ekki viss að fólk átti sig á því að þetta verkefni sem var svona fyrst lausleg hugmynd að á vegum þess er að byggjast 706 íbúðir. 1/3 af Seltjarnarnesi. Og þetta er alla borg og þetta er fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Ástæðan fyrir því að við tókum þetta verkefni inn og fundum grænar íbúðalóðir er að við erum að nota sömu aðferðafræði og við notum þarna í að setja áherslu á grænar byggingaraðferðir, sporlausa uppbyggingu og ástæðan fyrir því er rík. Að við vitum að það er ótrúlega stór hluti af útblæstri sem kemur úr mannvirkjageirunum
og þess vegna þetta mikilvægt samfélagslegt verkefni að ná utanum kolefnisfótspor uppbyggingar. Þá erum við ekki bara að tala á byggingatíma, heldur á líftíma byggingarna. Þannig að raun mikið langtíma sín skiptir þarna máli, en þarna berst auðvitað talið að byggingarefnunum. Við erum að sjá svolitlar breytingar þar, en kannski ekki mjög miklar, og við viljum bara ræða það. Við erum ekki að segja að steinsteypa sé endilega vond út frá líftímagreiningu, en það eru samt til fleiri lausnir og við skulum ræða hvernig hlutinir verða best leystir til framtíðar. Við ætlum okkur og erum með endurreisnar áætlun fyrir borgina til næstu 10 ára sem heitir Græna planið. Við ætlum okkur að þróa borgina með grænum vexti sem að tekur mið af loftslagsmálum, tekur mið af umhverfinu, og við viljum vaxa án þess að útblástur aukist, raunar viljum við draga úr honum samhliða. Við sjáum fyrir okkur að borgin verði leiðandi í uppbyggingunni eftir faraldurinn, og það verða jafnaði 1000 íbúðir á ári sem að rísi í borgin, og þetta umtalsverð fjárfesting, þetta mikið magn og skiptir þessuna mjög miklu máli í öllu samhengi að við náum árangri í grænu hliðinni á þessari uppbyggingu. Það gerum við með því að hugsa strategíst og tengja uppbyggingarsvæðin við öflugar almenningssamgöngur og borgarlínu, þannig að við segjum að 80% uppbyggingarinnar verður innan seilingar frá borgarlínu, og við erum líka að horfa á það að byggja borg fyrir alla, þannig að við segjum að 25% uppbyggingarinnar verði á vegum húsnæðisfélaga sem að byggja án hagnaðarsjónarmiða. En við erum að gera fleira á þessum fundi. Við erum að kynna hér niðurstöður og alþjóðlegri samkeppni. Það verður svona rúsinan í pylsuendanum á fundunum, en við höfum notað samstarf við C40 sem eru stærstu og margar framsæknustu borgir í heimi til þess að gefa nýjan tón í uppbyggingu í borginni. Og í fyrstu umferðinni af Reinventing Cities þá lögðum við fram 2 mjög spennandi lóðir. Önnur var við Lágmúlan, og þessari lóð erum við búin að útluta með samkomulagi við sigurvegarana sem þarna eru. Þetta verður blanda af íbúðum og atvinnuhúsnæði. Og síðan upp í Ártúnshöfða. Þar samningagerð ekki lokið, en við vonumst til þess að það styttist í það og deiliskipulagið fyrir Ártúnshöfðan á leiðinni í loftið á næstu vikum. Í dag erum við svo að kynna sigurvegaran á þessu sem sumir myndu segja óhrjálega svæði, og það alveg rétt að í tengslum við skipulag bryggjukverfisins voru býsna sterkar raddir, að mig minnir 80% íbúa sem vildur hreinlega bara losna við steypusílóin, og við ákváðum hins vegar að gefa þeim tækifæri og reyna að draga fram hvað væri hægt að þróa í staðinn fyrir stöðuna eins og við sjáum hana núna. Við kölluðum líka eftir hugmyndum hér í Gufunesi og fengum fram, kannski ekki fullþróaðar, en við förum yfir það hér á eftir. Síðan erum við að vinna með öðru verkefni á vegum Reinventing Cities sem að kalla stúdenta og námsmenn að borðinu við að þróa svæði í borginni, og við teldum fram Efra Breiðholti í því skyni og verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Ég vildi nefna í þessu heildarsamhengi að við erum að sjá fyrstu deiliskipulagsverkefnin kom í hús sem eru brímvottuð, eru vottuð og hugsuð alveg út í gegn, og það má segja að reitir hafi riðið á vaðið með orkureitin sem að fara í auglýsingu á deiliskipulagi með 460 íbúðir, og þetta deiliskipulag brímvottað. Við erum eins og býsna stórtæk í þessu sjálf, borgin, því að við erum með allan Ártúnshöfðan. Þetta gríðarstóra uppbyggingarsvæði sem verður eitt lykil uppbyggingarsvæði
borgarinu til næstu ára í BREEAM-ferli. Þarna verða alltaf 7.500 íbúðir sem eitt stykki Garðabær. En þessi fundur ekki síst til þess að hleypa af stokkunum verkefni sem systurverkefni hagkvæmahúsnæðisins. En nú erum við að tala grænar þróunarlóðir fyrir íbúðarhúsnæði framtíðarinnar. Og við höfum verið, alveg eins og síðast, fórum út með mjög opna auglýsingu til að fá alls konar ábendingar. Það eru 5 dagar eftir af þeim auglýsingatíma, en það enginn að missa af lestinni þó að fólk skil ekki inn hugmynd eða ábendingu. Við erum einfaldlega að heyra hvort það sé einhverja lausnir sem við erum ekki með í huga, vegna þess að næsta skref það að stilla upp einkunnablaðinu. Hvaða þætti ætlum við að meta í faglegu ferli til þess að velja og forgangsraða aðilum sem fái í raun að velja fyrstu lóð, fyrstu útfærslu. Og síðan gefum við sumarið, þegar við erum búin að negla niður einkunnablaðið, gefum við sumarið til að skila inn í raun umsóknum eða þróunarverkefnum eða lausnum eða sýn. Og þá erum við ekki bara að tala byggingarefni eða sporleysi uppbyggingarinnar, við erum að tala grænan lífstíl, við erum að tala matjurtagarða, við erum að tala þakgarða, við erum að tala bara alls konar grænt. Því að það svo gríðarlega mikið sameiginlegt með grænni sýn og lífsgæðum og það að búa í góðri borg. Þessu trúi ég allavega. Og við erum búin að velja nokkur svæði, en það ekki útilokað ef við fáum fullt af frábærum hugmyndum að við bætum við einhverjum svæðum, til dæmis á Ártúnshöfðunum eða annar staðar. En aðeins til þess að gefa ykkur hugmynd að Suðurfellin eru með þróunarreit hér samkvæmt aðalskipulagi og hverfaskipulagi Breiðholts. Mjög viðkvæmt svæði og við myndum alls ekki setja hvað sem þarna, en eitthvað fallegt, hóvært, grænt gæti sannarlega átt erindi. Arnarbakkinn gamall hverfiskjarni sem hefur verið í algjörri niðurníðslu í neðra Breiðholti, sem við keyptum fyrir nokkrum árum, erum að þróa skipulagið þar og sjáum fyrir okkur uppbyggingu í blöndu, kannski stúdentar og síðan grænar þróunarlóðir. Þarna auðvelt að sjá fyrir sér matjurtargarða og alls konar skemmtilegt sem tengist þessu frábæra hverfi. Og þetta eru renderingar úr deiliskipulagshugmyndinni sem að fer í auglýsingu núna samhliða hverfiskipulagi Breiðholts í júní. Annar niðurnýtur hverfiskjarni Völvufell sem við keyptum líka. Þegar við höfðum gefist upp á að vinna með fjölbreyttu eignarhaldi. Þarna erum við líka búin að vera að þróa deiliskipulag sem ótrúlega spennandi og verður blanda af einhvers konar litlum fjölbýlum og sérbýli, leikskóla, leikvöllum og dásamlegu umhverfi sem verður gríðarleg lyftistöng eins og Arnarbakkinn fyrir þetta hverfi. Þetta fer líka í loftið sem deiliskipulag núna í júní. Og síðan sjáum við fyrir okkur að á Veðurstofuhæðinni, þar sem við erum sannarlega með verkefni sem hluta af hagkvæmahúsnæðinu, þarna væri líka hægt að þróa græna uppbyggingu á spennandi hátt. Þessi mælureitur hér hverfur. Við erum búin að koma öðrum fyrir hér hjá Litluhlíð, en þeir þurfa að samkerast í 2 ár til þess að mælirunurnar séu sambærilegar. Og síðan erum við að hugsa þetta svæði hér hjá Glæsibæ, beint á móti orkureitnum við borgarlínustöð sem ákjósanlegt svæði til að þróa eitthvað grænt. Aftur mjög viðkvæmt svæði, allt sem tengist Laugadalnum mjög viðkvæmt og íbúar vilja standa vörð það, þannig að þetta sjáum við sem hugsanlega lóð fyrir græna þróun íbúðarhúsnæðis.
Og þá þakka ég fyrir og hvet alla til að fylgjast með spennandi dagskrá, snarpri en innihaldsríkri sem framundan Takk. Bestu þakkir Dagur fyrir þessa mjög góðu yfirferð og eins og þið kannski vitið að þá samþykkti Reykjavíkurborg nýja loftslagsáætlun á dögunum og þar erum við eiginlega eins og þið sjáið að tvinna loftslagsmálin inn í alla uppbyggingu og þetta skiptir gríðarlega miklu máli hvernig við setjum á okkur loftslagsgleraugun. Borgir stækka, þær eldast, en þær ganga líka í endurnýjun lífdaga. Og það sem áður var kannski talið fullkomið, eins og til dæmis að geta keyrt Miklubrautina og mikil forréttindi að fá að renna bara beint inn í húsið þitt og leggja þar fyrir framan og labbinn, það erum við að endurhugsa í dag. Og mín sýn svo að við eigum að búa til borg þar sem að bílrúnturinn verður óþarfi. Þannig að við séum að taka bílana af yfirborðinu og færa þá annað, fækka þeim og svo framvegis. Þetta loftslagsmál. Og vistvæn uppbygging, hún varðar auðvitað ekki bara mannvirki sjálft, heldur allt sem í kringum það, fjalla líka það hvað við sjáum þegar við horfum út á gluggann í íbúðin okkar og hvað tekur mót okkur þegar við förum út. Þetta skiptir allt máli og Dagur fór bara ansi vel yfir það. Þannig að fyrir okkur liggur núna Reykjavíkurborg að fara í þessa vistferilsgreiningu að mæla kolefnisspor uppbyggingar og við erum mjög tilbúin til að takast á við það verkefni. Og þetta framtíðin en hún bara á næsta leiti. En nú skulum við ganga aftur til erindana. Hérna fáum við verkefnahópa sem ætla að kynna framvindu sinna verkefna og fyrst kemur þorpið og þar í forsvari Runólfur Ágústsson, þróunar- og verkefnastjóri þorpsins og Sólveig Berg, arkitekt hjá Yrki. Gjörið þið svo vel. Komið sæl. Við erum að afhenda fyrstu íbúðina núna í júnímánuði og þetta útsýni á svölum úr þessu fyrsta húsi. Íbúð 509 í húsi C sem við kallum Nönnuhús. Við fórum í nafnasamkeppni með þessi 5 hús og íbúar þeirra kusu komum fram með tillögur nöfn á þeim og svo fór fram atkvæðagreiðsla. Og þau munu heita eftir gyðjum. Göturnar í Gufunessi heita eftir konungum, svo þetta við hæfi. En sem sé, ég vil kannski byrja á því að þakka borginni fyrir þá framsýni að ráðstafa lóð, sjávarlóð eins og þessari, undir fjölbýlishús fyrir ungt fólk. Ég held að það hafi aldrei áður verið byggt fjölbýlishús, hvað þá með ungt fólk og ódýra markaðin í huga, á lóð sem þessari Reykjavík. Þau hús sem fjölbýlishús sem eru byggð við sjóin eru gjarnan lúxusíbúðir. Flest þeirra á síðar árum eins og upp á Kirkjusandi eru með hraðbraut fyrir framan, en ég held að öll önnur hús í borginni sem hafa beint aðgengi á sjó séu ekki fjölbýlishús. Þannig að þetta skref og kannski biðja að þakka fyrir þá framsýni. Því þetta ekkert slór. Við horfum hér yfir í Geldinganesið hægra megin og úti við Viðey til vinstri og þetta eru sem sé þær íbúðir sem við erum að afhenda núna í næsta mánuði. Aðeins þorpið. Félagið var stofnað í kringum samkeppni borgarinnar fyrir 2-3 árum og markmið okkar að búa til byggingarlausnir fyrir einstaklinga sem áhersla lögð á hagkvæmni í byggingarhúsnæði, grænar lausnir og vistvænt umhverfi. Markmið og okkar hugmyndafræði raunverulega sú að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir fólk sem vill eignast þak yfir höfuðið án þess að þurfa að ráðstafa áratuga framtíðartekjum nánast eingöngu í steinsteypu. Við fengum eins og Dagur nefndi hér áðan á grundvelli þessari samkeppni annað val og völdum Gufunesið og okkur Sólveig langar að segja okkur aðeins frá stöðunni þar. Fyrsti áfangi, þetta eru 137 íbúðir, fyrsti áfangi að klárast og þær íbúðir verða afhenta núna fullbúnar í júní.
annar og þriðji áfangi í byggingu, horfa fram, gott að fá leiðbeiningar frá atvinnufólki, og allar 137 íbúðurnar eru seldar. Næstu áfang verða afhentir fullbúnir 15. desember og 15. ágúst á næsta ári. Síðasta úthlutun fór fram fyrir páska og það var ferföld eftirspurn. Það er að segja umsækjendur sem lögðu inn greiðslumat voru 4 umhverja íbúð og þetta verkefni er unnið í samstarfi Þorpsins sem hefur séð konseptið og hugmyndafræðina, Yrki sem hefur útfært það á snilldarlegan hátt sem Sólveig skýrir hér frá og eftir og Eyktar sem svo með málið í alverstökum, en það skiptir gríðarlega miklu máli að vera með traustan og góðan verktaka í svona verkefni. Ég ætla að sýna ykkur þessu vídeó hvernig þetta lítur allt út þegar þetta fullbúið og eins og ég segi, núna við erum bara að fara að mála að utan fyrsta húsið og þar fólk að flytja inn. Nú gerist ekkert. Já, atvinnumaðurinn. Já, ég þarf að fara þarna. Gerist vel. Það sem okkur langar að kannski að taka út úr þessu verkefni samhengi hönnunar, verðs og gæða. Því þessi lykilþættir spila mjög sterkt saman. Hönnun hefur að sjálfsögðu lykilþáttur bæði í gæðunum og líka í verðinu. Það sem við höfum gert þar það að allar íbúðir Þorpsins úr verksmiðju framleittum steyptum einingum sem styttir byggingatíma verulega. Það hús sem við erum að afhenda núna, skóflustung á því var tekið fyrir 12 mánuðum. Einingarnir eru gerðar steyptar í Borgarnesi við 20 gráðu hita og fluttar og settar saman. Við skiptum líka verkefninu í áfanga hvað fjármögnun varðar sem lykilþáttur í að ná niður verði enda fjármagnskostnaður stór þáttur í byggingakostnaði. Við semjum við einn verktaka, eitt traust fyrirtæki, það eykur hagkvæmni, dregur úr áhættu og minnkar flækjustig. Við höfum tekið sölu og markaðsmál innanhús, við erum ekki að ráða fasteignasölu, seljum þetta in-house og við auglýsum eingöngu á samfélagsmiðlum. Við höfum ekki keypt eina auglýsingu í fasteignablöðum enda okkar kúnnahópur ekki að setjast niður helgar og lesa morgunblaðið pappír. Höfuðáhersla á góða hönnun og lausnir, þar sem hver fermetri nýtist og ég ætla að gefa Sólveigu Berg sem hefur verið okkar aðalhönnuður og Yrki í þessum samstarfi orðið þau mál. Já, sem sagt, lykillinn í þessu verkefni var að vinna með staðlaðar einingar sem væru útfærðar á mismunandi hátt og í samráði við verktaka og verkkaupa
og að reyna að ná hámars hagkvæmni í öllum lausnum og öllum stærðum. Við unnum með 4 íbúðatýpur og röðuðum skipting þeirra og fjöldi var unnin í samráði við verkkaupa og kaupendur. Hér sjáum við fyrstu tegundina sem það ekki mjög margar stúdíóíbúðir en þær eru nokkrar og ef við förum í næstu mynd þá sjáum við í rauninni svona eininguna sem við vinnum flestar íbúðirnar út frá og þar erum við að vinna með tiltölulega grunnan kropp og það sem kemur birta inn frá báðum hliðum. Við erum að vinna með staðlaðar stærðir í baðherbergjum og staðlaðar einingar frá IKEA til þess að bæði að spara kostnað en eins líka ef fólk þegar flyttur inn vill bæta við innréttingum og þá auðvelt að fara í IKEA og kaupa og þá það svona samskiptalaus viðbót við það sem að eigandinn vill, eigandinn að íbúðinni. Hér erum við síðan komin í 3 herbergja íbúð og þetta þetta grunnelement sem miðjan, sem alrýmið og eldhús. Hjónaherbergið alltaf eins en síðan bætast við í þessu tilfelli í 3 herbergja íbúð þá erum við með 1 herbergi og þarna 4 herbergja íbúð með 3 svefnherbergjum. Við höfum leitast við að vinna með umhverfisvæn efni og endingagóð eins og kostur í samráði við verktaka. Þannig að úr verður og síðan röðum við þessum einingum saman á mismunandi hátt sem sjá á næstu glæru. Þarna sjáum við hvernig við röðum síðan þessum einingum saman í hús sem að mynda þetta rými, þetta borgarrými eða garðrými og byggðin vísa til hafs en það verður til þarna lítið torg þarna í miðjunni þar sem verður mjög skjólríkt og sólríkt og þarna þessi sameign þar sem að fólk getur komið og unnið og haldið veislur vegna þess að íbúðirnar eru litlar og síðan eru þarna hreyfisvæði fyrir unglinga og líkamsrækt í hinum garðinum. Og síðan náttúrulega borgarbílastæðin hérna við hliðina og þar í grenndinni eru matjurtagarðar sem að íbúar geta ræktað sitt grænmeti. Hér sjáum við ofan af svalagöngum og onni þennan sameiginlega garð þar sem að grillaðstaða og leiktæki fyrir minni börnin sem tengt þessu samverusvæði. Aðeins að verðunum. Þetta eru þau verð sem að okkar kaupendur sem að flytja inn í fyrsta áfanga að greiða fyrir sínar íbúðir. 2 herbergja íbúð kostar 27,1 milljón, 3 herbergja 31,6 og 4 herbergja 36,5. Við gátum, þetta eru lækkuð verð frá þeim sem upphaflega voru gefin upp vegna þess að þegar að ríkisstjórnin fór út í aðgerðir vegna COVID út á endurgreiðslu á vaski þá gátum við lækkað hverja íbúð að meðaltali 700.000 krónur. Það er að segja byggingakostnaður okkar lækkaði sem við skiluðum til kaupenda og ég veit ekki til þess að aðri byggingaraðilar á höfuðborgarsvæðinu hafi gert slíkt í sama en þetta sem sé veit okkur þau færi en á sama tíma eru okkar fjárfæstar sem að leggja til fjármagn sáttir við þá ávöxtun sem að þeir eru að fá. Þannig að við erum tiltölulega stolt af þessu verkefni. Við teljum að við séum að skila góðum verðum. Þessi verð eru 6 til 10 milljónir undir markaðsvirði sambærilegra íbúða nýrra annarra á höfuðborgarsvæðinu í dag. Þannig að við getum sagt að þetta verkefni borgarinnar að það sé að skila kaupendum því sem til var ætlast, öllu falli í okkar tilfelli. Aðeins bara lærdómsferli út úr verkefninu. Eins og ég segi, þessi mynd var tekin fyrir sléttu ári síðan þegar fyrsta skóflustungu var tekin af fyrsta húsinu. Því sama við erum að afhenda núna, það eru 45 íbúðir og samstarf við borgina hefur verið mjög gott. Lykil þátturinn þar hefur verið miðlægur verkefnastjóri sem borgin lagði til sem hefur svona samhæft og samstýrt raunverulega borginni og okkar samskiptum við borgina því að stjórnkjöri borgarinnar flókið. Ég lögfræðimenntaður og þykist hafa alveg svona þokkalega reynslu stjórnsýslunni en þetta flókið að eiga við borgina jafnvel fyrir stjórnsýslufræðing. Hvað þá fyrir kannski hefðbundin verktaka. Og þarna lykilatriði að vera með einn aðila sem að veitir ráð og aðstoðar og greiðir fyrir og þetta skiptir lykilatriði. Sem dæmi þá tók deiliskipulagsbreyting einungis 3 mánuði sem var lykilatriði í þróun málsins.
það verður svo að segjast að samspil kerfisins flókið. Við erum með borgina, við erum með skipulagsfulltrúa, við erum með byggingafulltrúa, svo erum við með þjóðskrá og sýslumann og þetta kerfi í eðli sínu flókið og mætti örugglega einfalda. Og ég ekki að segja þetta sem nefnum að kenna, reglustruktúrun einfallega bara flókin. Það líka sár þörf á rafrænni stjórnsýslu, öll hönnun og öll vinna rafræn, allra sem að verkefninu koma, nema borgarinnar. Þar þarf að bæta úr. Eina hindrunin sem við höfum ekki náð yfir voru mjög háleitar hugmyndir hringrásarhagkerfi á svæðinu sem gerði miklar kröfur umhverfis og sorpmál. Við vorum með hugmyndir það að vera með eina miðlæga endurvinnslu stöð fyrir svæðið en það hefði þýtt það að einstakir íbúar hefði ganga alltaf 120 metra með rusli sitt og það einfaldlega ekki í samræmi við gildandi byggingarreglugerð. Þannig að það rákust við á horn, þetta ekki borgarinnar sök heldur reglugerðarmál og þarna þarf líka auðvitað nýja hugsun. En niðurstaðan okkar úr þessu verkefni að okkur finnst að hafa tekist vel til, það ánægja með samstarfið við borgina og niðurstaðan kannski svo að með virku samstarfi byggingaraðila sem að nálgast sitt verkefni út frá grænni nálgun, út frá samfélagsmálum og aðeins svona óhefbundin hátt innan þess ramma sem borgin hefur þróað og mótað sína stefnu í uppbyggingamálum. Með slíku virku samstarfi þetta ná niður kostnaði og lækka verð en á sama tíma að auka gæði. Og það hlýtur að vera markmið. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir þessa yfirferð. Við höfum auðvitað að setja okkur háleit markmið, aldrei gefa afslátt vegna þess að við erum að byggja til framtíðar. Þannig að hágæða arkitektúr og hugsun í allri uppbyggingu gríðarlega mikilvæg. Á sínum tíma þá voru verkamannabústaðir hérna við Hringbraut taldir allt og dýrir. En við hugsum ekki þannig í dag. En vissulega viljum við gera ungu fólki og fyrstu kaupendum það kleift að eignast sitt eigið húsnæði en líka bara vera á leigumarkaði. Af því að ungt fólk vill bara hafa dálítið frelsi. En þakka ykkur kærlega fyrir. Næst kemur Jóhann Einar Jónsson. Hann arkitekt hjá Teknistofu Arkitekta og ætlar að kynna fyrir okkur Hoffell, Guðfinnes Hoffell. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Get ég bent með þessu? Já, flott. Sælverið, ég heiti Jóhann, kem frá Teknistofu Arkitekta. Við fengum útluta lóð í framhaldi að sama verkefnu og þau frá þorpinu voru að lýsa hérna áðan. Við erum með næstu lóð fyrir ofan. Og þetta var samstarfsverkefni okkar og Teknistofu Arkitekta og Hoffells uppbyggingar aðilans. Þetta lóðin sem við erum á, þorpsfólki var að sýna ykkur myndir hérðan frá, þannig að við erum hérna næstu lóð fyrir ofan. Hérna fyrir þá sem þekki ekki aðstæður hérna gamla áburðarverksmiðjan og ýmsu spennandi hlutir að gerast hérna, alveg ótrúlega flott svæði og mikil uppbygging framundan. Við nálguðumst lóðina þannig að það eru mjög svona opnir skipulagsskilmálar þarna. Þannig að við nálguðumst þetta þannig að raða húsunum, við erum með 3 hús og röðum þeim í kringum svona sameiginlegan inngarð og þetta eru 3 hæða hús með risi sem ég sýni ykkur eftir. Öll bílastæði eru hérna fyrir utan lóðina á Borgarlandi, aðgengi hérna inn á lóðina þetta sameiginlega leiksvæði hjólastæði hérna fyrir fyrsta áfanga og svo eru tengingar út á Borgarlandið og göngustíga hérna á milli lóða. Þetta þá reist mynd af þessum 3 húsum. Við ætlum að byrja hérna á fyrsta áfanga. Ég sýni ykkur myndir af því á eftir. Svo kemur hérna annar og 3. áfangi. Það sem við kannski lögðum áherslu á í því að reyna
búa til eins hagkvæmar lausnir og hægt var, þá horfðum við á það að það ákveðin einingakostnaður í hverri íbúð, hann liggur fyrst og fremst í baðherberginu og eldhúsinu, svo tiltölulega hagkvæmt að bæta við þessum auka fermetrum þar fyrir ofan. Þannig að við kannski reyndum að finna leiðir til þess að búa til íbúðir fyrir fjölskyldur, búa til góð herbyggi og system sem heldur utan það að geta verið með fjölbreyttar íbúðagerðir en á hagkvæman hátt. Og þetta eru svona helstu áherslupunktarnir okkar. Það náttúrulega, við sjáum fyrir okkur, þarna erum við að byggja þétt og tiltölulega lágt, þannig að þarna verður til svona góð samfélagsheild. Þetta eru vistvænar byggingar, burðarvirki er úr timbri, en það er steyptur sökkull og steyptur lyftu og stigakjarni sem býr til stýfingu í húsið. Við erum að vinna með að vera með loftskiptikerfi inn í hverri íbúð sem eykur lífsgæði íbúðana mjög mikið. En fyrst og fremst erum við að búa þarna til svona fjölbreyttar íbúðagerðir og fáum þar að leiðandi inn svona allar fjölskyldu gerðir, allt frá stúdíóíbúðum upp í 5 herbergja íbúðir. Nú ætlum ég að sýna ykkur þá þetta fyrsta hús sem við erum að fara af stað með núna. Og er þá þessi stigahúsi og lyftan í miðjunni, inntaksrými. Svo reynum við að búa til og það kannski þessi áfangaskipting og hvernig við erum að skipta þessu upp í þessi 3 eða 4 hús, að við erum að reyna að búa til eins mikið af göflum og við getum, af því að það eru þeir sem veita birtu og búa til herbyggi inn í íbúðunum. Þannig að erum við með íbúða á enda sem með alrými í miðjunni, svefnherbyggi út í enda og baðherbyggi. Fer ekkert pláss til spillís í ganga en eitt þess áttar. Svo erum við með svona hefðbundnari lausn sem við erum með svefnherbyggi og alrými hinum megin, eldhús í miðjunni. Svo erum við með sömu gerð en bætum við herbyggi aftur til þess að svona einhvern veginn einfaldan hátt auka við íbúðargerðirnar. Svo erum við með stærri íbúð á endanum þar sem við erum með hlutfallslega stærra alrými, stórt hjónaherbyggi, möguleika á vinnuaðstöðu og svona allt rúmbetra, skalast allt svolítið upp svona í hlutfalli við íbúðarstærðirnar. Á næstu hæð fyrir ofan erum við að endurtaka þessar sömu íbúðir en fáum aðeins aðra útfærslu þar sem við vorum með sameiginlega innganginn undir. Svo á 3. hæðinni gerast galdrarnir í kerfinu að þá setjum við inn svona stiga inn í stofurýmin sem leiða íbúa upp á rishæðina og þá erum við á einfaldan hátt að breyta því sem var 2 herbergja íbúð í góða 4 herbergja íbúð, meira segja með sjónvarpsholi uppi. Þannig að þessi íbúð skalast upp og fær herbyggi og sjónvarpsrými, sama á við allar þessar og þessi sem var nú góð fyrir, hún fær heil 3 svefnherbyggi á efri hæðinni. Þannig að er þá þessi efsta hæð, þá engin gangur eða neitt svoleiðis, við erum bara að nýta þessi rými fyrir íbúðirnar sjálfar. Þannig að er herbyggi og sjónvarpshol, möguleika að breyta þessu í herbyggi. Sama eru 2 herbyggi og gott svona sjónvarpsrými og útgengi á svalir, þar sem verður náttúrulega æðislegt útsýni. Er svo möguleika að breyta þessu í herbyggi. Þannig að þetta svona, þið sjáu þetta svona sama megin hugmynd en mismunandi útfærslur eftir íbúðargerðum. Sneiðing í gegnum húsin sem sýnir þennan stiga og hvernig hann tengist upp í rishæðina. Það vantar nú kvistinn sem á flestum þessum íbúðum. Og þetta þá í rauninni, þetta eru 14 íbúður sem í þessu fyrsta húsi og þið sjáu hvað við náum fjölbreyttri gerð. Við erum þá með 6
2 herbergja íbúðir, 5 3 herbergja, þannig að það svona hlutfallslega flestar, en svo erum við með 2 stórar og svo þessa einu 5 herbergja og í seinni áfangum verða svo fleiri náttúrulega af hverri gerð. Þannig að við erum núna á þeim stað að vera að fá samþykkt og aðaluppdrætti fyrir þessa fyrstu áfanga og svo höldum við ótrauð áfram. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir þessa yfirferð. Þá síðastur í þessu holli Gísli Örn Bjarnhéðinsson, framkvæmdastjóri Urðarsels, og hann ætlar að kynna fyrir okkur Úlfarsárdalinn Urðarsel og það verið að gera glærunar tilbúnar. Og þá gjörðu svo vel, Gísli. Komið sæl og takk fyrir þetta tækifæri að kynna okkar verkefni. Þetta úr þessu sama spennandi verkefni byggingu hagkvæmra íbúða og það félagið Urðarsel sem með þessa lóð hér í Rökkvatjörn 2 sem til þess að gera nýtt svæði í kringu Leirtjörnina í Úlfarsárdal, við Úlfarsárdalsfelli. Nú, þáttakendur í þessu verkefni eru sem sagt Arcthing Nordic sem á heiðurinn að þessum fínu húsum. Nú, Alverk mun sjá framkvæmdina og Urðarsel sem sagt eigandaverkefninu og þróunaraðili og efla sér síðan alla verkfræði hönnun, landslag og fleira. Nú, hér erum við að horfa í suðvestur yfir húsin. Og þetta var nú kannski svona svolítið stífur leir, ef við getum orðað þannig að taka við að þessu deiliskipulagi og þessu hverfi það eru fleiri og stífari skorður sem við þurftum að aðlaga okkur að og áttu nú okkur var mætt á mörgum sviðum en eftir stóð þó að við þurftum að gera þarna bílastæða kjallara með 33 stæðum. En þarna voru teknar 40 íbúðir sem við náðum að setja í 52, þannig að meðalstærð íbúða um 65 fermetrar. Nú, við erum ekki með neinar stúdíó, við ákveðum að hafa þarna eru 26 2 herbergja íbúðir, 20 3 herbergja og 6 4 herbergja íbúðir. Stærðirnar eru frá 40 til 100 fermetrar og verðin eru þarna frá 29,5 upp í 54 milljónir og þá horft til viðmiða hlutdeildarlánanna en það verður að segjast eins og að við hefðum viljað hafa þessi verð nokkuð lægri. Það helgast dálítið mikið af bílastæðakjallaranum og kannski nokkuð þröngu líkani þar sem að maður hefði viljað hafa spönnina breiðari, fara neðar með minnstu íbúðirnar í verði og þeir sem væru með bílastæðakjallara þeir eru þá að borga lítið meira fyrir það. En í praxís þá getum við sagt að það íbúðir sem ekki fá stæði í kjallara, þær eru þó að borga hlut af þeim heildarkostnaði miðað við líkaninn. Nú, þarna var teiknuð á skipulagi L-bygging og við breyttum þessu í svona punkthús sem kallað sem að þú færð sameignina, lyftukjarnan og stigahúsin í miðju og allar íbúðir eru með útsýn í 2 áttir, þannig að þú færð svona meira ferhyrningslaga íbúðir þar sem að minna ganga og færð góða nýtingu og bjartar eignir. Við gerum litlar málamiðlanir í efnisgæðum, við erum að horfa á viðhaldslétt hús, klæddað utan og einangruð. Við erum að tala áltré glugga og þannig að allir líftíma útreikningar á þessu húsi eru mjög hagkvæmir. Við erum að stefna svansvottun og erum svona að vinna okkur í gegnum það og meðal annars verður notuð vistvæn steypa í húsið og lokað loftræstikerfi. Þarna erum við að horfa í svona suðaustur yfir húsin.
Nú örstutt hér yfir hérna skipulagið. Þá hér mynd af annarri hæð í húsinu sem efst til vinstri. Þá sjáum við sjá hvað hérna. Það sjáum við að þarna lítil íbúð sem 40 fermetra, hún þarna fyrir miðju, hægra megin, og svo þetta svona flestar 3 herbyggja íbúðir. Nú hverfið búið að vera að byggjast upp á nokkuð löngu tíma en að verða mjög tilbúið fyrir ungar fjölskyldur og fyrstu kaupendur. Það að koma sundlaug, skóli og leikskóli og allt til staðar í hverfinu. Þannig þetta, við töldum að sú stærð, hún hentar mjög stórum hópi að fara í 3 herbyggja eignir. Nú við reiknum með að hefja sölu núna mitt sumar, hvort sem það verður í lok júní eða júlí. En það svona þegar endanlega tekningar eru lagðar inn og komið niðurstaða á það. Nú þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt og lærdómsríkt ferli. Samkeppnin hófst náttúrulega 2018 með ákveðnum svona leikreglum sem hafa verið að þróast og breytast. Við höfum átt mjög gott samstarf við borgina. Við getum sagt að þessar lóðarforsendur, eins og ég segi, nokkuð erfiðari leir að móta heldur en að koma inn í kannski minna mótað hverfi, þar sem að þarf að horfa til ákveðin jafnræði sjónarmiða við aðra lóðarhafa í hverfinu, hvað má sleppa og hvað ekki. Og svo má kannski segja að það eru svona ólíkar leiðir að sama markmiðinu. Í okkar upphaflegu hugmyndum horfum við til þess að það væri hægt til dæmis sleppa gólfefnum og fólk geti klára innréttingar og fleira sjálft. Það ekki lengur mögulegt, þannig að þarna verða náttúrulega að finna bara fullbúnar íbúðir fyrsta flokks með gólfefnum og öllu. Og svo kannski má svona velta þessu verðlegningalíkani fyrir sér, það sem að horft til hlutdeildarlánanna, en það þrepaskipt í staðan fyrir línulegt og vantar kannski að horfa betur til þess þegar hérna svona viðbótar kostnaður eða íþykjandi skilmálar lóðar eins og bílastæðakjallari, hvernig að taka á því. En niðurstaðan enga síður bara að grunni til mjög vel útbúið og vandað fallegt hús með litlum íbúðum sem náttúrulega kjarnin í því að geta boðið hagkvæmar íbúðir, og við teljum að við séum með verðlagningunni á þessu alveg vel 20% undir því sem markaðsverð eignanna, og í raun mjög litlar málamiðlanir í gæðum þessa hús sé horft til annarra fjölbýlishúsa, vöndu klæðning, loftræstikerfi og svansvottun með góðri svona húsvist. En ég vil bara þakka fyrir. Takk. Takk hérlega fyrir þetta, Gísli. Hér hefur fengið nokkuð fjölbreytta yfirferð af því sem telst hagkvæmt húsnæði. En ég hugsa líka bara hvað hagkvæmt húsnæði. Fyrir mér þá þetta samfélagsleg gæði, þetta lífsgæði, líftími þeirra, skipulag sem stenst tímans tönn, en svo náttúrulega bjartar vistaverur og gróðursælt umhverfi og allt sem við að fást við í dag á tími loftslagsbreytinga mannavöldum. Örugt og heilsusamlegt hverfi, þetta við að búa til í Reykjavík með nýju skipulagi og meira til. Og ég persónulega held að við getum boðið fram ódýrt húsnæði í öllum hverfum borgarinnar, en ekki slegið af kröfum okkar gæði og góðan arkitektúr og svona umhverfi sem að styður hvernig við athöfnum okkur og lætur okkur líða vel. Og ég myndi gjarna vilja stýra umræðinu frá kostnaði yfir í þetta, að því oft hverfist þegar við erum að tala íbúðir og lóðir og þess áttar, að þá auðvitað þurfum að ræða kostnaðinn, en þetta má ekki bara hverfast kostnaðinn. Við þurfum að gera fólki það skiljanlegt hvað við erum að gera. En gott og vel, nú skulum við vinda okkur í það sem að borgarstjóri kallaði rúsínuna í pylsuendanum, ef að minnið bregst mér ekki. Og þá erum við komin að því að kynna niðurstöðu dómnefndar í Reinventing Cities. Borgarstjóri, gjörðu svo vel. Já,
ég ætla að fá Rebekku sem að hefur leitt þetta fyrir okkur. Hún Guðmundsdóttir og borgarhönnuður og ein af þessu kraftaverka fólki sem að umbreytir borginni á hverri og einni árstíð, og þið sjáið sumarborgina núna vera að springa út með miklum blóma og alls konar götugögnum og ég veit ekki hvað og hvað, og Rebekka ber mikla ábyrgð á þessu. En hún hefur líka verið leiðandi í þessu verkefni sem að ótrúlega spennandi eins og ég nefndi stuttlega áðan, en sýnir líka kannski stundum þá snerpu sem að starfsfólk borgarinnar hefur sýnt. Ég held að það hafi verið á föstudegi sem ég fekk kynningu á verkefninu á borgarstjórafundi í París, og það rann út fresturinn á mánudegi og þá vorum við búin að finna lóðirnar í Ártúnshöfða og Lágmúla til þess að tefla fram, til þess að vera með og til þess að draga augu framsækinna arkitekta og hópa að Reykjavík. En núna það þessi þetta annað skipti sem að við erum að dæma í þessu. Eins og ég kom aðeins inn á áðan, þá þetta alþjóðlegt verkefni. Það byrjar í raun í París. Það Anne Hidalgo sem að býr til verkefni Reinventing Paris og með lítt notaða reiti eða svæði sem að mega fara í endurnýjun sem hún teflir fram og býr til aðferðafræðina, og svo þetta tekið á stóran skala hjá C40. Og þetta á að draga fram nýja hugsun, skapandi hugsun og framtíðarsýn fyrir grænt og vistvænt borgarumhverfi. Það alveg ótrúlegu styrkur fyrir okkur að vera inn í þessu ferli vegna þess að vinnubrögðin ákaflega formföst og ofboðslega skýr markmið sem að settur fram í verkefninu. Og það bara skilgreindar 10 áskoranir sem að keppendur þurfa að leysa og glíma við, annars þá gengur verkefnið ekki eftir. Og þetta þær. Það verið að horfa á þetta sem mjög heildstætt. Það nýting orku, það sjálfbær notkun efniviðar og hringrásarhagkerfi, grænar samgöngur, resilience eða sigla og aðlögun, vistvæn þjónusta fyrir umhverfið, grænn vöxtur, snjallari borg, sjálfbær stjórnun vatns, líffræðilegu fjölbreytileiki, aukin gróður þéttbýlis og landbúnaður í borg, aðgerðir án aðgreiningar og samfélagslegur ávinningur, og svo nýstarlegur arkitektur og borgarhönnun. Við tefldum fram sílóunum í Sævarhöfða og Gufunesbryggjunni sem að hruni komin. Hún hangir upp á lýginni. Ef þið farið út á hann og kíkið undir, þá ná staurarnir alls ekki niður í sjó, þannig að þetta eitthvað svona verkfræðilegt undur að hún hangi uppi. En við fengum 2 framúrskarandi tillögur fullunnar inn í Sævarhöfða hlutan, og þannig að við komum okkur nú að því hver sigurvegarinn að þá vildi ég lesa hérna útdrátt úr dómnefndarálitinu. Tillagan í háum gæðaflokki þar sem tekist á við allar 10 áskoranirnar á mjög samfærandi hátt. Viðskiptamódel samfærandi og umhverfismarkmið tillögu mjög metnaðarfull. Ávinningur tillögu fyrir hverfið allt og nær samfélagið aðdáunarverð þar sem mannvirki opið fyrir almenningi og býður upp á lifandi jarðhæðir. Gæði arkitektúrs framúrskarandi þar sem nýstarlegur arkitektúr og efnisnotkun aðgreinir hið nýja frá því gamla en tengist fallega saman. Og vinningshafarnir alltaf að kynna þetta hérna stuttlega eftir, og þeir þessir. Ég ætla að kynna hér á svið Marius Þór Jónasson frá Vaffesó ráðgjöf, Sigríð Ósk Bjarnadóttur frá Vaffesó ráðgjöf, Björn Gunnlaugsson frá Íslenskum fasteignum og Kristbjörgu Maríu Guðmundsdóttur frá M-Studio. En þið sjáu líka að Reyjúlf Ramstad arkitektar
Eik fasteignafélag og Landbúnaðarháskóli Íslands eru með í þessu. En gjörðu þið svo vel. Gefum þeim gott klapp. Þá ekkert eftir hjá mér, annað en að leið og við afhentum þeim blómvönd að blasta myndinni. Já, allt í lagi. Nú bara tökumst ekkert í hendur, bara innilega til hamingju. Takið þið þetta? Og gefið þeim aftur gott klapp. Og að því að þau eru kannski ekki að fara að segja frá því sjálf að þá hef ég fengið innsýn í gögnin sem skilað var. Og þetta eru sem bara í raun bækur sem lýsa hvernig þau takast á við hverja áskorun fyrir sig á ótrúlega djúpan og samfærandi hátt. Og ég bara tek ofan fyrir ykkur, það verður ótrúlega spennandi að sjá þetta frábæra verkefni komast til framkvæmdar og ég treysti ykkur algjörlega fyrir því. Og svo þið bara sviðið. Takk fyrir. Þetta fínt. Borgarstjóri, aðrir gestir, kæra þakkir fyrir þann heiður sem okkur sýndur hér í dag með því að velja tillögu okkar til vinnings. Þetta búið að vera meðganga sem hefur tekið rúmt ár að koma þessu á blað og það hefur tekist og við höfum náð alla leið. Mér langar örstutt að kynna þennan hóp en hann samastendur eins og kom reyndar að hluta til fram hjá borgarstjóra af verkfræðistofunni Vaffes og ráðgjöf, Fasteignaþróunarfélaginu Íslenskum fasteignum, Arkitektastofunni Reyjólf Ramstad í Oslo og ekki síður sem ekki kom hér fram áðan, Arkitektastofunni Grímu sem hinn íslenski arkitekt og þar í forsvari Sigríður Ólafsdóttir arkitekt. M-Studio hafa verið okkar hugmyndasmiðir að öllu því sem þessi mannvirki eiga að hýsa ásamt Landbúnaðarháskóla Íslands sem hefur verið í nánu samstarfi við verkefnishópinn. Nú fasteignafélagið Eik með okkur í þróunarteyminu og mun vera með okkur áfram í að þróa þetta verkefni og koma því í nothæft form. Þá ber að geta þess einnig að í gegnum þetta rúma ár sem við höfum staðið í þessu höfum við starfað saman með einum stærsta og framsæknasta aðila á íslenskum byggingamarkaði sem BM Vallá, talandi efnisnotkun í mannvirkjagerð, að þá ætlum við ekki að gefa neitt eftir í því, við ætlum að nota vistvæna steypu og sýna fram á það að hún geti fullnustað og uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til grænna mannvirkja í allri framtíð hér á Íslandi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ætla að bjóða þeim stöllum mínum Sigríði og Kristbjörgu frá M-Studio til að kynna verkefnið fyrir ykkur. Gjörið svo vel. Já, takk fyrir þetta og takk fyrir bara að bjóða okkur hingað í dag aðeins til að kynna þetta. En ég sem sagt ráðgjafi í svona sjálfbærni mannvirkjahönnun og þegar við tókum þetta verkefni fyrir okkur þá við vitum öll að byggingariðnaðurinn ofboðslega stór hluti af loftslagsvandanum. 40% á heimsvísu tæpa og við erum ekki alveg kannski með tölurnar á hreinum í Íslandi, þetta að koma núna í sumar, allt útlit fyrir það, en það þetta kannski aðeins lægra og við erum náttúrulega með græna orku og þannig að þetta hlutfall verður kannski aðeins minna. En þannig við fórum að hugsa hvernig getum við í raun og náð þessum rosalega flottu markmiðum með þessari samkeppni og með það að innleiða hringrásarhagkerfi meira. Við viljum í raun og fara að nota minna, við viljum nýta betur það sem við höfum nú þegar og hvernig getum við raun og reynda að losa okkur við þennan urðun, það sem verður fer til spillis. Og það eru svona helstu fræðslusetur heims
leggja fram að með því að innleiða þessa hringrásarhugsun inn í byggingariðnaðinn, þá getum við náð markmiðum samdrátt kannski svona cirka 40%. Þannig okkur langar að gera þetta allt svona í bland. Þannig að tillagan okkar, hún dregur verulega úr kolefnislosun með að við hefðbundna hönnun með því að endurnota byggingar og byggingarefni sem eru nú þegar á staðnum. Svo erum við líka að þróa byggingareiningar sem eru hreinlega hannaðar til þess að taka þær í sundur seinna og nota aftur. Við ætlum að nota umhverfisvæn byggingarefni. Það verður svolítið samspil hjá okkur, við erum að taka inn timbrið að sjálfsögðu, en við erum líka að skoða steypuna. Það rosalega mikill ávinningur fólginn í því að finna umhverfisvænar lausnir fyrir steypuna. Og við erum að vinna að því, og svo erum við líka náttúrulega með alveg rosalega flott orkumarkmið, stefnum við að því að reyna að halda framkvæmdinni sjálfri við uppbygginguna eins orku, eins úrblásturslausri og hægt er. Við ætlum að reyna að brenna lítið jarðeldsneyti þar og svo í rekstri. Við erum að vinna með hönnuði til þess að tryggja það að byggingin okkar að losa minna hámarka orkunýtingu og reyna að gera þetta allt í bland, draga þetta verulega saman. En það í raun og veru það fyrsta sem við gerum er að skoða þessar byggingar sem eru nú þegar á staðnum. Við erum að endurnota allar þær byggingar sem eru á lóðinni. Við erum að endurnota sílóin, við erum að reyna að finna lausnir fyrir þessi síló. Þetta bara rosalega flott og tákgrænt fyrir þennan stað að koma þeim aftur í notkun. Líka í raun og veru að reyna að nýta þessar byggingar sem eru til hliðar við sílóin. Þetta eru rosalega flott mannvirki, mikil steypa. Það er mikið sem við erum að spara í raun og veru með það að endur nýta þessar byggingar. Við vitum að það er umhverfisvænast í raun og veru að byggja ekki neitt nýtt. En við þurfum að fara að horfa betur á það sem við eigum og það var svona leiðarljósið í þessari tillögu hjá okkur. En svo kannski það sem mér finnst ofboðslega spennandi, nú ég burðarvirkja hönnur og eða verkfræðingur, ég svo sem vinn kannski ekkert mikið við hönnun, það myndi allir svona hálfhlæja því, en í raun að þróa einingar sem við getum notað og tekið síðan í sundur og notað aftur. Og við erum að vinna með, eins og Maríu sagði, með BM Vallá og skoða þessar forsteyptu samlokueiningar sem þeir eru nú þegar að framleiða og hvernig þetta hanna tengingar sem þú getur tekið í sundur og sett saman aftur. Ég veit alveg við erum ekki að fara að hanna byggingar til að kannski að taka þær í sundur eftir 60 ár, en þetta býður upp á hann sveigjanleika. Núna fá byggingarnar okkar að þróast með okkur, við getum kannski breytt þeim án mikilsar, ítök, sko. Og svo kannski með í þessu, þá getum við fara að stjórna þess betur hvað fer í steypun okkar. Núna eru komin markmið frá eða yfirlýsingar frá BM Vallá að kolefnisspori hjá þeim getur verið 35% lægra. Skulum það bara sjá hversu langt við getum ítt þessu. Við höfum í raun og veru það tækifæri í þessu verkefni að reyna að koma eins langt og við getum í steypun okkar. Og eins og ég segi, svo þetta bara ofboðslega tákgrænt fyrir þennan stað, Sævarhöfðan, mikil steypu saga þarna, þannig að okkur fannst ofboðslega mikilvægt að reyna að koma því inn í tillögun okkar. Og og ég held að við gerðum það bara á mjög fallegan hátt og eins og ég segi, ég er engin arkitektur, þannig ég er engin arkitekt, þannig ég get kannski ekki lýst þessu eins fallega og ég raun og Reyjólf myndi gera, en það er rosalega falleg blanda af þessu gamla og þessu nýja, það er þessi þungu steyptu mannvirki, svo erum við með léttleikan sem kemur í þessu græna. Og þetta er bara ofboðslega flott og hún Kristbjörg ætlar að tala aðeins hvað á síðan að vera í þessu, en það er þetta hringrásarhagkerfi sem er búin að vera í raun og veru rótin í okkar þróun hjá okkar hóp. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og takk fyrir fallega orð í okkar garð. Þetta er virkilega ánægilegt fyrir okkur öll í teyminu. Við höfum unnið hörðum höndum að þessu verkefni núna í svolítið langan tíma og erum gríðarlega spennt að halda áfram núna. En ég heiti Kristbjörg og kem frá M-Studio. Við erum hönnunardrifin nýsköpunarstofa og erum afsakaflega spenntar og þakklátar að fá tækifæri til að taka þátt í þessari vinnu áfram. En þegar konceptvinnan hófst þá var þetta mikið sem í ansi mörg horn að líta. En hérna á myndinni sjáið þið þetta vaxtarhús sem við köllum, sílóinn og hvað við ætlum okkur að hafa í þessum sílóum og húsunum í kring. En í rauninni getum við skipt þessu upp í þrennt. Vaxtarhúsið er í
hverfismiðstöð fyrir mat og sjálfbæra matvælaframleiðslu. Vaxtarhúsið félags- og menningarmiðstöð fyrir samfélagið í kring en líka fyrir fólk utanaðkomandi sem hafa áhuga á að koma. Og ekki síst er Vaxtarhúsið leiðandi og leiðbeinandi í sjálfbærri þróun, borgarskipulags og matvælaframleiðslu og þjónustu og eins konar upplifunar og fræðslu setur. Og til að taka nokkur dæmi, þá höfum við þarna innanborðs ruslfríar verslanir og veitingastaði, lóðrétta ræktun í sílóunum, finnst okkur afskaplega áhugavert, upplifunarsýningar og fræðslusetur, klasar, margvíslegir, grænir klasar, samfélagsgarðar og samfélagseldús, tilraunaeldús og ekki síst stafrænt vettvangur þar sem fólk bæði í hverfinu og utan þess getur séð hvað að gerast í þessum vaxtarhúsi og komið og notið. Þetta var stórt verkefni sem ég sagði og þessar 10 áskoranir sem voru nefndar hérna áðan höfðum við að leiðarljósi og kortlögum þær afskaplega vel og lögðum mikla áherslu á það í upphafi verkefnisins að kortleggja vel þessar 10 áskoranir sem voru í verkefnalýsingunni og var mikilvægt að tækla. Og í kjölfarið reyndum við svo eftir bestu getu að finna lausnir við þessum vandamálum og þessum áskoranum. Og teljum að það hafi tekist vel hjá okkur og sú vinna heldur auðvitað áfram, en þetta gerist ekki sjálfkrafa og við unnum þetta okkar teymi í samstarfi við marga sérfræðinga og tókum áhugaverð og mörg viðtöl við sérfræðinga á sínu sviði. Og þetta eru umhverfis- og auðlindafræðingar, þetta eru stjörnukokkar og framleiðendur og virkilega áhugaverð viðtöl sem við áttum og margir góði punktar sem við nýttum okkur í vinnunni. Og þetta var ómissandi vitneskja inn í vinnuna þegar hérna okkar teymi til dæmis í hönnunarsbrett þar sem við tókum fyrir alla þessa vitneskju frá öllum sérfræðingunum og héldum áfram og reyndum að finna lausnir á þessum vandamálum sem við viljum leysa. En tækifærin hérlendis eru fjölmörg og það til mikils að vinna ef við náum í auknum mæli að innleiða hringrás í matvælaframleiðslu. Og þegar við kaupum og borðum mat úr nærumhverfinu fáum við ekki bara hollari mat, heldur jafnframt umhverfisvænni og með tímanum ódýrari mat. Og við viljum svolítið og lítum á Vaxtarhúsið í hringrásarhverfinu að það verði leiðandi afl í þessari jákvæðu þróun til framtíðar. Og ég bara þakka fyrir okkur og takk fyrir okkur bara. Innilega til hamingju, þetta alveg geggjað, mjög spennandi verkefni. Þetta bara að tala beint inn í loftslagsáætlunum okkar og allt sem við erum að hugsa að gera. Spennandi að sjá þetta verða veruleika og ég vona að verði sem fyrst. Þá komið að því að draga þennan fund svolítið saman. Hver eru verkefni okkar? Jú, það að halda áfram að gera Reykjavík að bestu borg í heimi, engin pressa samt. Vaxtarborgin Reykjavík, hún alveg á fleygiferð eins og við sjáum. Við sem að störfum hér í stjórnmálum, okkar hlutverk líka að skapa tækifæri fyrir ykkur með hagsmuni borgarbúa að leiðarljósi. Og eins og ég sagði áðan að þá hefur umhverfi okkar bein áhrif á hvernig okkur líður, hvernig við athöfnum okkur, hvernig við skipuleggjum hversdagsleikann og færir okkur lífsgæði eða ekki. Og það sem sagt okkar hlutverk að ná því besta fram í nýrri uppbyggingu í Reykjavík sem stærst tímastönn. Ég mjög þakklát fyrir að fá að starfa í svona frjóu og skemmtilegu umhverfi, þar sem að fólk hugsar framtíðina og grænumálin. Þau eru mér mjög hugleikin.
þar sem við brennum öll fyrir réttlátri uppbyggingu og betri borg. Takk fyrir ykkur, takk fyrir þennan fund og svo höldum við bara áfram og ég vil bjóða ykkur síðan að kynna ykkur vinningstillöguna hér. Það eru kannski á óheppilegum stað, ég veit ekki, en verið ófeimi við að koma bara hérna upp á svið, en passið ykkur á þetta ekki. Það er hérna smá gat hér. En borgarstjóri, aðri góði gestir, frumkvöðlar, hugsunarfólk, takk fyrir fundinn.